Markmið okkar núna að skákvæða höfuðborg Grænlands. Krókurinn hefur á þeim 11 árum síðan við byrjuðum okkar starf að mestu leyti verið á austurströndinni hjá okkar næstu nágrönnum. En nú ætlum við bara að skákvæða Nuuk og við gerum það með myndarbrag. Þannig að hér verður skákveisla næstu vikuna með ótal skemmtilegum viðburðum, smáum og stórum. Flestir hafa væntanlega heyrt af skákævintýri Hrafns og félaga hans í Hróknum á Grænlandi. En sjálfsagt gera sér fáir grein fyrir hversu umfangsmikið starf þeirra á Grænlandi orðið og hversu miklu það hefur breytt í grænlensku samfélagi. Þetta hófst eiginlega bara fyrir hreina tilviljun eins og svo margt skemmtilegt. Ég satt yfir óvenjulega góðum kaffibolla og reyndi að rifja upp hvort ég hefði einhvern tíðan heyrt skák á Grænlandi og svo var ekki. Þá hófst þetta ævintýri og við héldum mikla skákhátíð 2003. Höfum síðan farið 30 ferðir, stundum bara 2-3 saman, jafnvel yfir hávetur í lítil þorp, stundum með stórar hátíðir og mikla sendinefndir. En markmiðið frá upphafi hefur verið auðvitað að útbreiða skákina sem er svo dásamleg dægradvöl og hentar svo vel fyrir börn á Grænlandi, en líka bara til þess að efla vináttu þessara þjóða og fá Íslendinga til þess að átta sig á því að við erum heppnasta þjóð í heimi þegar kemur að nágrönnum. Ég vil Benedikte Thorsteinsson að koma upp. Við setningu skákhátíðarinnar í Nuuk var Benedikte Thorsteinsson heiðruð en hún hefur aðstoðað þá hróksmenn frá upphafi við útbreiðslu skákmenningarinnar. Benedikte var gerðað heiðursfélaga bæði í Hróknum og einnig í Kalak sem er vinafélag Grænlands og Íslands. Þessi 10 ár sem er búið að vera með skákina í Grænlandi, það er alveg ómetanlegur árangur sem hefur nást. Því að kenna krökkunum aðlega í Austur-Grænlandi og líka í Suður-Grænlandi hefur farið og Hrókurinn hefur farið marga staði og unnið að þessu. Skák er náttúrulega góð aðþreying og góð íþrótt, en hverju skiptir þetta fyrir samfélagið, þetta starf sem hefur verið unnið? Þetta er hugaíþrótt sem kennir krökkunum að einbeita sér, að kannski hjálpa í námi og hafa eitthvað fyrir stafni sem er mjög mikilvægt líka og bara þjálfa hugan og hafa eitthvað að gera. Og það styttist þá væntanlega í fyrsta grænlenska stórmeistarann eða eitthvað? Hann kemur alveg örugglega. Markmiðið er auðvitað ekki fyrst og fremst að fara að framleiða afreksfólk í stórum stíl. Fyrst ætlum við bara að útbreiða þetta meðal barnanna og fullorðina líka sem allra mest og koma þessu inn í þjóðarkúltúrin hérna því að grænlendingar eins og allir aðrir þeir náttúrulega kolfalla fyrir skákinni þegar þeir kynnast henni því að hún er svo skemmtileg. Frá þínum bæjardyrum að þú hefur nú staðið í broti fylkingar í þessu og eitt er að fá hugmynd, annað er að fylgja henni eftir með svona miklum látum. Hvað knýr þig áfram í þessu skákbrjálaði ef svo má segja? Já, ætli það sé ekki einmitt sambland af einhvers konar brjálæði og vonandi einhverju göfugra líka. Ég hef brennandi ástríðu auðvitað fyrir skákinni. Grænland hefur líka bara auðgað líf mitt svo mikið og ég á hérna svo margar góðar minningar að það er forréttindi að fá að geta sinnt þessu starfi. Og það er gaman að finna frá því að við byrjuðum á þessu og þangað til núna hvað fólk er miklu fljótara að kveikja á Grænlandi og finnst gaman að fá að leggja þessu málefni okkar lið. Og þið eru ekki hætt? Við erum rétt að byrja. Nei.